Við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að vinda okkur yfir í helgihald og páskakærleikann kannski líka því að hingað til mín er komin Hildur Eir Bolladóttir, vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk. Byrjum kannski á því, hvernig verður helgihald eiginlega núna þessa páskahátíð? Já, það er vonuð spyrjir. Sko, þetta aðrir páskarnir í röð þar sem er bara óvenjulegt allt saman, sko. Það var náttúrulega í fyrra á páskunum að þá var náttúrulega COVID skollið á og ekki og samkomubann og allt svoleiðis og þá var allt bara á skjánum. Já. Og þetta svolítið merkilegt, við vorum búin að láta okkur hlakka mikið til núna að messa fyrir svona, kannski ekki fullri kirkju, en það allan að geta verið þá 100 manns á páskadagsmorgni. Einmitt. Og þá bara allt í hennu kemur fjórða bylgjan. Einmitt, þetta bakslag. Þetta bakslag og við ákváðum bara, að því að fyrirværum tiltölulega stuttur núna, að við ætlum bara að streyma beint frá þessum tveimur athöfnum sem við verðum með eða tveins konar helgihaldi og fólk getur þá bæði bara fylgst með beint á netinu og svo seinna ef það vill horfa á þetta seinna þá verður þetta alveg inni í svona viku. Það sem sagt á föstudaginn langa klukkan 9 er kyrrðarstund við krossinn sem er svona athöfn sem hefur verið í mörg ár í Akureyrarkirkju. Og mjög svona áhrifrík og falleg athöfn með mikilli tónlist og það er verið að lesa píslarsöguna og svona fólk einhvern veginn á táknræna máta er svona samferða frelsaranum upp á Golgatahæð í þessu. Það sem sagt verður klukkan 9 og verður bara streymt beint inn á síðu á Facebook sem heitir Viðburðir í Akureyrarkirkju. Fólk getur bara farið þar inn og horft á þetta beint klukkan 9. Einmitt. Svo á páskadagsmorgni klukkan 8 að þá ætlum við bara að vakna eldsnemma, örugglega bara svona 6-leytið, ég og Eyþór Ingi organisti og Þorvaldur sem er organisti inn í Eyjafjarðarsveit og við ætlum bara að mæta til kirkju og messa klukkan 8. Klukkan 8. Fólk getur þá bara stillt sér upp fyrir framan tölvuskjáinn og bara fengið hátíðamessu, beint í æð. Beint í æð. Og ef það nennir ekki að vakna, að þá bara getur hort á þetta seinna daginn eða daginn eftir, allan að verður þetta inni einhverja daga eftir. Einhverja dag, já. Og við vorum bara svolítið að svona velkjast í vafi hvernig við ættum að hafa þetta, hvort við ættum að taka upp áður og svo bara senda út, þú veist, á páskadag og þá hafði við öll bara verið heima í róleitum og undir sæng. Já. En við vorum bara, ég sagði við strákar, heyrðu, þú veist, ég er búin að hlakka svo til að messa loksins á páskadagsmorgni. Sko, þetta alltaf mín eftirlætismessa á árinu, páskadagsmessan. Og þetta að vakna og einhvern veginn upplefa að maður sé að ganga með konunum sem komu fyrstar að gröfinni við sólaruppbrás á páskadagsmorgni og ganga inn í helgidóminn sem að þær auðvitað gerðu þegar þær sáu gröfina tóma af því að þar biðu þær frelsarans og við erum að ganga inn í kirkjuna en í helgidóminn þar til fundar við Jesú og hlusta á stórbrotna tónlist sem verður og bara hlýða á upprisu frásögnina, eldsnemma, svona pínu sifja og kannski svona morgun hrollur í manni en samt er maður einhvern veginn svo, hvað maður segir, svo upprifin. Upprifin og vakandi. Já, upprifin og vakandi, sko. Og taka við gleði boðskapnum og það bara, já, þetta er svona, við munum bara hafa messuna eins og það sé bara full kirkja af fólki. Það verður engin afsláttur gefinn, sko. Nei, þó hún sé bara í þessu streymi. Já, hún sé bara í þessu streymi. Það verður bara flott og tilkomið mikið tónlist og ég er að láta páskapredikuna svona mjatla innra með mér núna þessa dagana. Og það er náttúrulega bara á svo mörgu að taka í ár, sko, að ég er eiginlega meira, það er ekki ritstífla í gangi, heldur meira svona valkvíði, hvaða leið maður er að fara. Og páskaguðspjallið, sko, í ár greinir frá, sko, Maríu Magdalenu sem kemur upp að gröfinni og gráti hennar, hún fer að gráta við gröfina og það er svolítið magnað á þessum tímum sem hafa verið svolítið erfiðir, hvernig það verður einhvern veginn svolítið svona fókusatriði í guðspjallinu í ár, þú veist, tárin hennar Maríu. Já. Og svo þetta náttúrulega hefur maður svo marga vinkla til þess að fara bara eins og með sko eldgosið og svo náttúrulega bara þessi tímar sem við erum að lifa með öllum þeim hömlum sem að hafa verið og áhyggjum og kvíða og eitthvað, þannig að þú veist, ég er eiginlega meira núna bara svona
ég ætla ekki að hafa 40 mínúta predikun og ég verði einhvern veginn að ná einhverjum kjarna, sko. Já, velja einhvern vinkil. Já, einhvern svona, því maður, sko, ég man eftir þegar ég var að hefja með presskap, sko, að þá man ég alltaf á jólum og páskum var ég með rosalega frammistöðukvíða varðandi predikunir, af því að mér fannst ég alltaf þurfa að skrifa svo stórbrotna predikun. En það var áður en ég átta mig á því að ég væri kannski komin í þetta starf svona til einhvers tíma, sko. Þannig að það er auðvitað þannig að það koma aftur páskar og aftur og það er eiginlega mikilvægt bara að reyna að koma einhverjum skýrum skilaboðum á framfæri sem að gefa fólki eitthvað sem er að hlusta og vekja með því einhvern veginn von og gleði og ávarpa kvíða og vanlíðan með þessum vonaríka boðskap. Það er önnur hlutverkið sem að maður hefur í hvert sinn, en ekki að sína fram á það hvað maður sé rosalega góðu guðfræðingur og frábær penni. Og mælskur, já. Já, hvað maður er mælskur, sko. Já. Það er við erum send þessi prestar, inn í þessa þjónustu, alla daga, en ekki síst eins og á páskum, til þess að bara koma boðskapnum skýrt á framfæri, að því að svo sér bara heilagur andi hitt, að láta hann hreiðra sig hjá þeim sem að vilja taka við honum og þurfa á honum að halda, Já, einmitt. Auðvitað þurfa allir á honum að halda, en sumir kannski akkurat þessa páskana enn frekar, skilurðu, fólk getur hafa verið að gangi gegnum ástvínamissi nýlega og er í bara mikilli sorg og sér einhvern veginn ekki fram úr bara morgundeginum, Nei. Og aðrir geta hafa verið að fá alvarlega veikindagreiningu, fólk getur verið að gangi gegnum skilnað eða bara einhverja hörmungar í lífi sínu akkurat núna. Og það er í raunir það sem maður þarf að hafa í huga þegar maður fer af stað á páskadagsmorgni með boðskapinn, þetta er náðargjöf sem á að líkna og hjálpa og styrkja og láta fólk finna að þó það því líði illa akkurat núna, að þá er svo merkilegt að vorið kemur alltaf aftur. Einmitt, það gerir það. Það er svo merkilegt, þó maður trúi því varla þegar maður er í mestu þjáningunni, Nei, akkurat. Og smá súkkulaði spillir kannski ekki fyrir heldur. Nei, alls ekki, Það er auðvitað bara þessi stemning, að borða páskaeggin og leita þeim með börnunum og svona, og ég held að það verði engum illt af því að gera það einu svona ári, Nei. Svona, þó að manneldisráð myndi nú kannski ekki mæla með þeim að borða það kíló, en þá held ég að það sé bara allt í lagi í hófi. Já, ég hugsa það líka. Og árrisulir geta náttúrulega maulað eggið bara yfir messunni. Yfir messunni, nákvæmlega. Það er ekki oft sem fólk kannski fær tækifæri til þess að borða egg það hefur ekki kannski verið vel síðan að taka þau með í kirkjuna. Nei, það er reyndar alltaf fín hugmynd þegar þú nefnir það. Það gæti nú bara verið hugmynd næsta ári þegar COVID er búið. Já, að við skoðum það. Það er svo margt nýtt sem við lærum í þessu COVID, sem að eins og við munum ekki hætta að streyma athöfnum þó að COVID gangi yfir. Nei. Það er eitthvað sem bara það kenndi okkur að hefur mjög ríkan tilgang. Bara fyrir fólk sem vegna heilsufars eða fjarlæðar getur ekki sótt kirkju, þó við viljum auðvitað að sé flestir komi til kirkjunar og það sé svona fyrsta val, að þá sé það samt þannig að það eru ýmsir sem bara geta það ekki út af heilsufari og öðru. Einmitt, og væntanlega líka svo ástvinir kannski erlendis, þegar kemur í jarðaförum og alls konar, þannig að það er... Þar hefur tæknin verið okkur rosaleg blessun og eiginlega svona merkilt við þurftum þetta einhvern veginn til þess að átta okkur á möguleikum. Á möguleikum, einhvern veginn. Það er svo merkilegt, Einmitt, það getur, blessunin getur leynst víða. Eins og þú sér bara, með náttúrulega föstudaginn langa, svo líður einn dagur og svo kemur páskadagur, þjáningin var ekki lokasvarið, heldur lífið, og upprisa. Já, þannig að það er gott að það eru tækifæri víða og Þau eru allstaðar. Þau eru allstaðar, og það er bara, ég hlakka til að sjá hvernig þetta kemur út til verðið hana í blússandi fíling. Við erum í blússandi fíling með stýrurnar í augunum á páskadagsmorgni, en eins og ég segi, þetta er mín eftirlætismessa og eiginlega, ég gat ekki hugsað mér að lifa aðra páska í röð þar sem að ég fengi ekki að standa við altarið, á páskadagsmorgni, því að það er svo merkilegt, Já. Af því lífið er svo merkilegt. Það er það. Við láta það vera lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og spjalla við mig. Takk fyrir mig. Það er gaman að hitta þig. Sömuleiðis.